Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins við hana Steinunni Sigurðardóttur rithöfundur en hún var að gefa út bókina Gæðakonur og ertu verið velkomin til okkar hjartanlega. Takk. Segðu okkur nú aðeins, kannski bara, ef ekki bara aðeins að tala strax Gæðakonur. Þetta er svolítið öðruvísi bók heldur en að þú hefur verið að gera hingað til eða hvað? Hún er bara úr allt annari skúffu þessi bók og hún kom líka allt öðruvísi til. Ég var hálfnuð með skáldsögu þegar þessi braust fram eins og hver annar hraunstraumur sem er vonandi vel viðeigandi því að söguhetja mín er eldfjallafræðingur, heitir María Hólm, hún er að sjálfsögðu akureyringur, en titilinn Gæðakonur þá er það til að taka. Hugmyndin er sótt í ljóð Jónasar Hallgrímssonar en það má ekki spá ómikið í tengslinn samt á milli því Gæðakonan í ljóðinu er náttúrulega virkilega ekki góð. Nei. En það er ansum, þú varst að segja mér, þú varst í rauninni hér, er það ekki? Fyrir norðan eitthvað þegar þú varst að hugsa þetta allt saman? Jú, ég var svo heppin að fá að vera í Davíðshúsi. Það var fyrir á voru eða eitthvað svoleiðis. Tími rennur svolítið saman og ég var á vegum Hólmkels í Andbókasafninu. Kynntist hérna dásamlegu fólki og þessi dvölum var með svo mikil upplifting og gleði og innblástur. Mér hefði aldrei dottið í hug að búa til söguhetju sem var í akureyringur nema af því að ég dvaldist hérna og einhvern veginn fekk svona tilfinningu fyrir staðnum og hennar foreldrahús eru í Vaðlaheiðinni hérna á móti Akureyri af þessum óviðjafnarlega útsýnistað. Þar eiga mamma hennar og amma heima, pabbi hennar drukknaði nú þegar hún var lítil, söguhetjuna minnar og þangað hugsar hún og lífið þrengir þannig að henni að á lokum þá er hún að hugsa helst að flytjast til mömmu sinnar og ömmu í Vaðlaheiðina og bókinni lýkur í kvöldvélinni að sjálfsögðu til Akureyrar og þá fær hún reynda nýja hugmynd. Og eldfjallafræðingur, hvernig leiði nú þegar þú byrjuð með þessa hugmynd og það byrja bara að gjósa? Fannst þér þetta ekki tákgrænt? Já, ég vann á fréttastofu Útvarpsins fyrir löngu og uppáhaldsviðmælendurnir mínir voru jarðvísindamennirnir. Þá voru þetta allt kallar. Mér dreymdi alltaf að hafa söguhetju sem væri jarðvísindamaður og svo gerðist það gleðilega. Það kom svo mikið á konum í þessa starfsgrein. Þannig að nú gat ég bæði haft jarðvísindamann og konu sem sagt eldfjallafræðing. En það sem var kannski þó nokkuð skrítið var það að akkurat Bárðarbunga kom inn í bókina svona 5 vikum áður en ólætin þar hófust. Þá gerði ég allt í einu Maríu mína Hólm að sérfræðingi í Bárðarbungu. Það er náttúrulega svolítið skrítið, en þó ekki vegna þess að jarðvísindamenn eru búnir að vita það í dálítinn tíma að Vatnajökull var að sigla inn í óróleika skeið og María hún á ekki bara rætur á Akureyri, heldur líka í Skaftafellssýslu á Brunasandi og þegar hún er lítil og þar hefst bókin, þá er hún að skoða jökulinn út gluggann á bænum með pappa sínum. Það er hún að skoða Vatnajökull og það er reyndar jökull sem að hefur mikil áhrif í lífi hennar því að hún lendir í stóru slysi þar. En það er þetta með skyggnigáfu höfundarins. Ég held að maður sé nú í einhvers konar nokkuð góðu sambandi. Það virðist hafa sýnt sig oftar en einu sinni oftar en tvisvar. En ertu að fara yfir, eða tökum við líf Maríu frá það fæðist og þangað til hún er hvað, 40? Sko, í rauninni þá er það rétt hjá þér að þetta er ævisaga Maríu, en hún gerist samt á frekar stuttum tíma og það er erfitt að reyna að gera lífi manneskju skil í skáldsögu. Ég hef nú oft reynt það áður, en þetta er dálítið sérstök tilraun að því leyti að ég held að María sé það næsta sem ég hef komist í að skapa kvenhetju. Þá meina ég sem sagt, hún er hetjulegu karakter frá mínum bæjardyrum séð. En hvort hún er endilega ofboðslega góð eða ofboðslega fín manneskja, það er ekki alveg örugt. Lesandinn verður að dæma svolítið hver þessi kona er sem er svona stór í sniðum. En þetta er aðalega samt ákveðin tími í ævinnar. Hún hittir mannesku sem veldur hamförum í lífi hennar. Já. En að hvað leyti finnst þér hún vera öðruvísi? Þú hefur náttúrulega alltaf verið með mjög sterka kvenkaraktera í sögunum. Náttúrulega í fyrsta lagi er hún frá Akureyri.
er aðalatriðið. Það breytir öllu. En ég held að, ég var einmitt að tala um þetta við Hólmkel á Amtsbókasafninu áðan, ég held hún hefði bara ekki geta verið neitt annað en að norðan. Hún og það get ég þá ekki almennilega útskýrt nema að því leyti til að ég er sjálf sunnlendingur í allar áttir, ekki bara ættir, heldur áttir líka. Og ég held að landið það framleiðir ólíkt fólk eftir því. Ég var 9 ára fyrir því kúltúrsjokki að fara í sveit í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu og það var bara allt annað land. Og það öðruvísi fólk sem sprettur upp úr þessum norlenska jarðvegi. Og ekki verra. Og hvernig var sú vinna að fara inn í hvaða, landsbyggðar fangaganginn eða norlenska fangaganginn? Sko, ég myndi kannski ekki kalla það landsbyggðar eða norlenska fangagang, samt aðalvinkona hennar, hún líka norðan, það æskuvinkona sem ég hafði ofboðslega gaman af að búa til, en þú veist, maður fer það ekki á heimildavinnu, það bara einhver tilfinning og sem ég ætti virkilega erfitt með að útskýra með rökrænum hætti. Þannig að hvers konar bók þetta? Er hún léttleikandi, er hún dramatísk, er hún spennandi? Hvernig myndur þú lýsa því fyrir einhverjum sem svona ámar að prófa að flettinni? Já, ég myndi segja hún væri alltaf því sem þú segir. Það alveg öruggt mál að stóri kaflar í bókinni eru léttleikakaflar, en hún líka ofsalega þung og dramatísk að því leyti að söguhetjan verður fyrir svo miklum svikum. Og hvernig ætlar hún að klóra sig fram úr því? Og líka vegna þess að hún mótuð af sorg frá upphafi, pappina drukknar og svo verður hún fyrir svo stórum áföllum sem að jafnvel þó hún sé svona hetjulega, henni kannski gengur ekki endilega vel að takast á við þau, samt vil ég kalla hana hetjulega. Þannig að ég fæ rosalega mikið þau viðbrögð að bókin að maður geti ekki lagt hann frá sér og að hún sé skemmtileg, en hún alls ekki bara skemmtileg. Nei, að lokum, segðu okkur, ertu byrjuð þá á þessi komin, þú ert búin að finna lyktina af henni og snert hana, ertu farin að pæla í næstu bók? Já, ég ég hálfnumi skáldsögu og nú bara byrja ég leið og jólastúsinu líkur, reyndar þá verður það nú ekki mjög langt hjá mér, ég bý í Berlín þannig að ég hef ekki mikið svigrúm til að vera á Íslandi og ég kvíðir svolítið fyrir því að sjá hvernig mér tekst að koma að hálfu skáldsögunni minni því að ég ekki alls ekki vön að vinna svona. En ég ofboðslega fegin því að ég skildi láta vaða þegar að hraunstraumurinn fór að fljóta. Ég skildi taka mig far með honum í staðinn fyrir að reyna að stoppa hann af með háþrýstislöngum og jarðvítum. Ég þarf aðeins að halda áfram með erlenda bransana, þá þau býrðu úti og ekki mikið að gerast erlendis í bæði í bókhólum þínum og svo var ekki búin til kvikmynd upp úr einni? Jú. Í Frakklandi? Já, Tímaþjófurinn var kvikmynduð í Frakklandi með stórum stjörnum og bækurnar minnar halda áfram að koma út þar. Ég komið með kannski einhverjar, ég man ekki 5 skáldsögur, Jójó kom þar út síðast og Jójó var líka síðasta bók sem kom í Þýskalandi. Það tekur nú allt saman svolítinn tíma og ég búin að vera að lesa rosalega mikið upp í Þýskalandi. Svo kemur Jójó á ensku og það augnablikkið sem ég hlakka mjög til hvernig verður henni tekið þar. Hvernig fóru Frakklandi með Tímaþjófinn? Þetta allt öðruvísi mynd heldur en bókin og ég var svo gáfuð fyrir ekki að ég segi það bara beint út að ég leyfði þeim að taka bókin og gera það sem ég sýndist við hana og það allt öðruvísi en bókin en ofsalega falleg og sérstök mynd. Það ljómandi, gangi bara vel með geðakonur og öll þín verk. Og kæra þakkir fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að ég mátti koma. Og við ætlum að halda áfram eftir augnablik hérna í fyrsta þættinum.